Pavel Bartoszek, gjörðu svo vel. Já, kæru vinir, mín svona afstaða til heildarendurskoðunar mannréttindakaflans nú þekkt og verið liðið fyrir. Ég nú verið efins það, þannig að ég ætla kannski ekki að þreyta hvorki aðrar ráðsfulltrúar né aðra sem á hlýða á því tali enn einu sinni. Mér langar þó að fagna því að menn séu byrjar að taka hluti út úr mannréttindakaflanum sem eiga þar ekki heima og hvet til að það því verið haldið áfram í einhvern kafla sem kannski er hægt að kalla þjóðnýtingar og þjóðernishyggja eða eitthvað svoleiðis. Og þar dettur mínu í huga greinum menningarverðmæti ætti sannarlega að færast sem fyrst því að ég sé ekki að þetta bann við það að selja málverk úr landi séu mannréttindi þótt að þetta megi toga það til eins og menn vilja og það fer út eftir því hvað hverjum einum finnst og hvar hans áherslur í lífinu liggja. Svo ég held áfram í greinar sem ættu frekar heima í þeim kafla heldur kafla mannréttindi. Þá er þarna grein náttúru Íslands og umhverfi sem hefur verið breytt. Til dæmis er hún ekki lengur tiltekið sér friðhelg sem er í sjálfu sér fagnaðarefni því það var grein sem hefði nú verið hægt að dæma með ýmsum hætti. Í staðinn er tekið fram náttúra Íslands sé undirstaða lífs í landinu og það er gott að það komi fram. Ég er því sammála. Það myndi vera erfitt að hafa líf í landinu án náttúru Íslands en það má kannski velta fyrir sig hvort þetta sé lagagrein sem er þá líklegt að sé hægt að gera eitthvað með eða hvort þetta sé einfaldlega bara svona yfirlýsing og ef þetta er bara svona yfirlýsing sem hefur fullyrðing eitthvað ástand sem hefur ekkert að segja mikið þá er spurning hvort það sé eitthvað sem eigi heima í stjórnarskrá. Nú sama á við þá viðbót að náttúrugæði eigi að skerðast sem minnst. Það er auðvitað betra heldur að þau geti ekki skerst því að til eru náttúrugæði sem verður eðli málsins samkvæmt að ganga á ef að þau á að nýta en sem minnst þýðir nú líka svona mjög lítið. Ég meina ef menn byrja að skerða olíu eða námaréttindi með einhverju hætti þá má nú alltaf segja að það sé hægt að gera minna af því. Þannig að það er ekkit endilega við höfum svona tekið algjörlega fyrir möguleika þess að túlka þetta með ákveðnum hætti. Ég hnýta þetta líka það að svona, ef ég skoða kaflann í heild sinni þá með að við ekki séu gera breytingar á greinum eignarréttin þá er þá ennþá inn ákvæði þess efnis að nýting eignarréttar með ekki ganga gegn almannahag og það er nú eitt per se er svona ástæði fyrir mig til að efast það að ég geti staðið að baki þessum kafla svona heils hugar. Nú í kaflanum náttúruauðlindir þá hefur ýmsu verið breytt en þó hefur ennþá ekki verið tekið tillit til þeirra miklu athugasemda sem borist hafa frá allavega einum fræðimanni það að kaflinn sé svolítið svona upprópunargjarn og mikið orðum eins og ævarandi og sem kannski mætti tóna niður og gera greinina þá sterkari en alls ekki veikari með því leyti. Nú eins og áður sagði þá hef ég efasemdir þetta ferli við það að endurskoða mannréttindakaflann svona mikið á þessari stundu og ég mun sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu en þegar á hólminn komið þá mun ég reyna með opnu huga að nýta það tækifæri að sjá hvort sá kafli sem liggi fyrir sé betri eða síðri en samsum við höfum í dag og taka ákvörðun með hliðsjón af því. Takk fyrir.